Þetta mat á hóp meðlimum frá sjónarhorni nemanda. Númerin vinstra megin gefa til kynna skrefin sem nemandi þarf að taka, efst koma leiðbeiningar kennarans og fyrir neðan hverjir eru með nemandanum í hópi. Þá svæði til að gefa endurgjöf á hópfélaga. Það fer eftir uppsetningu kennarans hvort nemandinn á að meta einn, fleiri eða alla nemendur í hópi og hvort nemendurnir eru í hans eigin hópi eða öðrum hópi. Hér hefur kennarinn líka virkjað sjálfsmat og þá þarf nemandinn að byrja á því. Nemandinn á að meta 3 atriði á kvarðanu 0 til 3 og skrifa að lágmarki eina athugasemd hvern nemanda. Leið og nemandinn hefur klárað að meta samkvæmt því sem kennarinn setti upp, breytist hnappurinn Finish Later í Done. Því næst á nemandinn að lesa endurgjöfina sem hann fékk frá samnemendum. Endurgjöfin kemur fram undir nafni nema kennarinn hafi virkjað nafnleysi, þá koma fram þessi gerfinöfn. Ef kennari hefur virkjað einkunnagjöf, birtast einkunnir í neðsta hlutanum eftir að kennari hefur birt þær. Kennarinn getur allan tíma fylgst með hvernig verkefninu vindur fram, séð hvaða nemendur hafa lokið við að meta og hverjir eiga það eftir. Bæði í heildaryfirlitinu efst á verkefnasíðunni og í einstökum hlutum verkefnisins fyrir neðan. En þetta komið mat á hópfélögum. Takk fyrir.